Komið sæl, ég áfram að kynna mig líka, þó ekki flest eitthvað, ég heiti Björn Gunnarsson, ég að tala fæðingar. Ég hef komið kannski að fæðingum úr ýmsum áttum, ég var barnalæknir, ég komið frá þeimöndanum og ég ferðast upp í nýbúrulækningum í Bandaríkjunum á sínum tíma og svo ég núna svæfingalæknir og svo hef ég líka verið í sjúkraflugi, unga konur og börn í gegnum árin og núna ég myndi vilja klára doktorsverkefni óvæntar fæðingar utan sjúkrahúsa. Þetta eiginlega svona framhaldsverkefni af því. Maður er búinn að skila öll inn en svo ákvað að taka svona aðeins viðbótar rannsókn. Og þannig að við ætlum að skoða þá sem sagt samhengi milli fyrsta og annars stigs fæðinga, hraða eða lengdar, fyrsta og annars stigs fæðinga þá fyrir fjölbyrjur. Þetta sem sagt grein sem við fengum birta og sem við vorum að skoða á hvað þetta áhrif á hraða hjá fyrsta stigs hjá fjölbyrjum. En nú þetta sem sagt annars stigið. Fyrsta stigið þá útvíkunarfasinn og annars stigið þá frá því að útvíkun lýkur og þá til barnið fæðist, sem einhver styttri tími. En auðvitað mikilvægt að hafa einhverju hugmyndu það hvaða þættir, hversu hratt fæðing gengur fyrir sig og einstökum þættir fæðingar og hvað hefur áhrif á það. Við vitum það og fyrir fjöldi fyrir fæðinga og stærð barns hefur áhrif á hraða fyrsta stigs og við vorum reyndar aðhöldum til fyrstu til að sýna fram á það að missi leguvats hefur verulega áhrif á hraða fyrsta stigs að fæðingin gengur 40% hraða fyrir sig eftir að leguvatnið er sjálfkrafa. En það eru fáar rannsóknir sem að hafa skoðað hraða bæði fyrsta og annars stigs samans og bara reynda bara eiginlega eina svona seinni tíma rannsókn sem gerði það. Efnið hérna voru fæðingaritt sem var búið að safna á sjúkrahúsinu á Akureyri á þessu árabili. Þetta voru 805 konur í Robson-hópi 3, þetta voru sem þýðir það eru fjölbyrjur sem hafa ekki fætt áður keisara. Fullburða barn í höfuðstöð og sjálfkrafa sótt. Það voru aðeins 19 bráðakeisarar og 33 auðfæðingaritt sem var þá það að útiloka og eftir voru þá 1793 ritt og við tókum þá alla mælingar sem voru skráðar sem sagt tími og útvíkun. Færðum það inn í SPSS-skjal og tókum þá allar mælingar sem voru í 4 cm og svo aðrar breytur á þessu skjali sem kemur hérna endur næstu glæri. Eða þann næstu. Fyrir fyrsta stigið, ég ætla ekki að fara, það ekki kannski mikið efni þessa beint, þegar löstur við myndum að byrja þess að greina það hvað áhrif á fyrsta stigið. Það var ansi flókin tölfræði en bara svona til að skýra út hversu erfitt það ef við erum að bera saman þessa konu sem kemur inn með 9,5 cm í útvíkun og eftir eitthvað rúmum klukktíma þá er útvíkun lokið. Hvernig átt að bera hraða hennar fæðingar saman með einhverju konu sem kemur inn með 4 cm og eftir 4 klukktíma. Þannig að það varður að gera einhvers konar aðkvæmsgreiningu þar sem ber epli saman við epli. Þannig að það að bera saman þá 9 cm og 9 cm. Og þá færðu svona út ákveðið líkan, setur þetta allt inn í eina kvörn og færðu út eina línu sem lýsir þá allu tíðinu sem lítur þannig svona út. Og það líkan að þú getur ekki fengið ef þú spyrir hversu langt var fyrsta tíð eða hversu hratt gekk fyrsta tíð fyrir sig, getur ekki fengið einhver ákveðna tölu út af því eins og þið sjáum út af þessu. Nema þó skipir öllum konum að koma inn, bíða og vera staðsettur á sjúkrahúsinu þegar útvíkunin 4 cm að fylgja þeim þar eftir, en í raunveruleikanum virkar það ekki þannig. En notum þetta líkan til þess að reyna að gefa okkur tölu fyrir það hversu lengi má ekki áætla það að konan myndi vera frá 8 til 10 cm útvíkun. Fengum þannig áætlaðan hraða eða tímalengd þegar þú vilt fyrir síðasta fasan á útvíkun. Þegar málinn skipta valið 6 til 10 cm eða einu valdi bara 8 til 10 cm, það skiptir engu máli. Þannig að þá í frumbreytur í þessu var þá þessi áætlaða lengd fyrsta stigs, fjöldi fyrir fæðinga, aldur móður, líka þyngdarstuðul, hvort hann fekk utanbarsteyfingu eða ekki, hvort að leguvatnið hafi farið sjálfkrafa komu, fæðingaþyngdin, hvort að konan fekk oxytocin á fyrsta stigi og meðgöngulengd. Allt breytir sem við gátum lesið af fæðingaritinu og síðan það fylgi breytan lengd annars stigs. Nú einn dottið út. Nei, hérna var það. Já,
Við gerðum þá margvíða línlega aðkvæmsgreiningu á breytum sem gætu haft áhrif á annað stig. Og ef við skoðum þá bylgjubreytuna þá lítur hún svona út, það var meðaltalið var 18 mínútur, miðgildi 18 mínútur. Þetta mjög ójöfn dreifing, right skewed. Og þannig að þú getur sett þetta í tölfræðimódel sem flest tölfræðimódel reikna með því að sé normal dreifing. Þá erum við að taka lógaritmana að þessu stærð. Þannig að lógaritmin af lengd annars stigs lítur þá svona út sem nokkurn veginn normal dreif stærð sem var gott. Bara kaftaði svona upp til hérna erum við unnið þá með lógaritman á öðru stigi og verið að skoða allir hvernig fyrri fæðinga, 1, 2 eða 3 eða fleiri fyrri fæðingar. Og það sér það svona myndrænt að þetta greinilega ágætt að byrja að skoða gögnin svona til að átta sig á því hvort það sé eitthvað í þessu og það greinilega verið ganga hraða að byrja sig eftir því sem að konan hefur átt fleiri börn. Það legvatni skulle hafa farið virðist ekki hafa nein áhrif sem var gott, já það hefur erfitt að skýra það átt. Epidural, konur sem epidural virðist vera svona myndræntara lengur og eins þess sem hafi fengið oxytocin. Svona skoða maður svona alla breytina til að fá svona tilfinningu fyrir gögnunum. En síðan gerði við fyrst þá einvíða aðkvæmsgreiningu til að sjá hver þáttur var skoðað fyrir sig og ákvað hvort að hann hefði einhverja marktæka fylgni við lengd annars stigs og það voru þarna strax greinilega nokkuð þættir sem höfðu tölfræðilega marktæk áhrif. En ég ætla ekki að stoppa mikið við þetta, en sýnir ykkur áhrif sem sagt sambandið á milli fyrsta og annars stigs. Þannig að það er greinilega mjög sterkt samband milli fyrsta og annars stigs, þannig að fyrsta stig og annars stig hérna. Og það var p-gildi sem eitthvað tercontation tímis 14. Þannig að það er mjög sterkt p-gildi og mjög sterkt samband þótt að virðist vera hérna út um víða öll, þannig að það reyndar er. En munið það er marktæk fylgni milli áætlaðs hraða fyrsta stigs og hraða annars stigs í einvíðri aðkvæmsgreiningu. Hvað heitir einvíð á ensku? Þetta er þá bara, þetta er sem sagt bara að skoða bara eina, nei, Þetta er bara sama korrelation? Nei, þetta er bara linear regression, þetta er bara multiple linear regression, þetta er ekki multiple, þetta er bara einföld línuleg aðkvæmsgreining. Já. Og en síðan sem sagt tökum við eftir margfalda línulega eða það sem tökum marga breytur saman. Þetta er þá margvíð aðkvæmsgreining þar sem skoðar innbyrðis áhrif á. Þá sjáum við hérna sem sagt aðkvæmsstuðull 1 þýðir það er engin áhrif. Okay? Ef hann er hærri en 1 þá er það lengri í annað stig, ef það er lægri en 1 þá er það styttra annað stig. Okay? Þannig að það er ákveðin skurðpunktur sem ég skýr út fyrir ykkur á eftir hvað það þýðir. Þannig að fyrri fæðingar það greinilega mun styttri annað stig og fleiri fyrri fæðingar og sem sagt þetta er 2 fæðingar versus 1 fyrri fæðing. Þetta er 3 eða fleiri fæðingar versus 1 fyrri fæðing og þannig að það heldur áfram að hraðari annað stig eftir sem átt fleiri börn. Aldur einhverju hluta vegna, þá verður aðeins lenging. Þetta verðist ekki stór stærð en það eru kannski skoðum betri módelum hvað þetta raun og veru þýðir. Þar sem voru þyngri verðist að fæða aðeins hraðar. Fæðingarþyngdin hins vegar lengir, þess að þyngri börn gengur miklu seinna til þess að fæða þau. Eins að oxytocin. Þegar þau fengja eitthvað gengið treglega og fengja oxytocin þá var ekki svo kom ekki á óvart að það var lengra annað stig. Þetta er það sem er miklu mikilvægt heldur en einvíð aðkvæmsgreining. Skoðar þættina saman og gerir adjustment for confounders. Þannig að ef við skýrum aðeins út þetta líka, það er svona ágætt að skýra þá við fáum stöðul út úr módelinu, en að við vorum búin að taka logaritma á hann, þá erum við að taka antilogaritma eða exponentin til að fá hver faktorinn er, okay? Og þá færðu alltaf, þegar er kynnt svona líkun, færðu skurðpunkt. Hvað þýðir það? Það þýðir það ef allir faktorar eru 0, okay? Þá færðu þessa niðurstöðu. Þetta er margföldunarlíkan, þannig að faktorinn 1 þýðir engin áhrif. En ef við leikum okkur með þetta og segjum til þess að konan hafi fengið þetta er 2 fyrri fæðingar, virkar ekki þetta við það. Ok, segjum hún sé 20 ára,
segjum að sem líkamsþyngdast 25, fæðingarþyngdin 3 kíló, eitthvað leis, og það ekki oxytocin. Þá þetta 6,8 mínútur, leis. En ef við ætlum að barnið hefði verið 5 kíló, þá sjáum við hvað það hefur gríðarlega mikil áhrif. Og ef aldurinn kannski eykst úr 20 í 40, þá verður verulega lenging hérna. Þannig að hérna getur maður svona fengið tilfinningu fyrir hvað raun og þetta tíðir. Þannig að þetta var í rauninni niðurstaðan út úr þessu módeli og ef við skoðum þetta, við beðum það sem var við fyrsta stíð, það sem gerði margvíða atkvæðagreiningu líka, og voru það nokkurnir þeir sömu þættir. Fyrsta og annars stíð hafa sér að vissuleyti svipa hvað þetta var. Það sem að fjöldi fyrir fæðinga hafði áhrif á lengd bæði fyrsta og annars stigs, í það veru að stytta þau, eins með líkamsþyngdarstuður og fæðingarþyngdina, oxytocinni. Já. Þannig að munurinn á eiginlega því að það var ekki farið legvatn, hafði áhrif á fyrsta tíð en hafði ekki áhrif á annars tíð og það hefði ekkert að búist við því að legvatnsleki hefði neinn áhrif á annars tíð. Þannig að við getum álitið sem svo að aldur móður, líkamsþyngdarstuður og fjöldi fyrir fæðinga ásamt fæðingarþyngd og oxytocinnotkun hefur fylgt niður hraða annars stigs. Legvatnsleki hins vegar hefur ekki fylgt niður hraða annars stigs. Við sáum að það var marktæk fylgni milli fyrsta og annars stigs, þannig myndið sem ég sýndi ykkur í einvíðri greiningu og mjög marktæk fylgni. En ef við gerum margvítt líkan, þá það ekki marktækt lengur þar. Og af hverju skyldi það nú vera? Og það vegna þess að það eru aðra breytur líkanu sem á sterkt tengst við bæði fyrsta og annars stig. Þetta til dæmis fæðingarþyngd og fjöldi fyrir fæðinga og þess að dettur það út sem marktækur þáttur í margvíðu líkanu. Það þýðir samt ekki það að það ekki fylgni ára milli, það sterk fylgni ára milli. Já, þetta var það. Spurningar til Björns? Já. Já, það var mjög athyglisvert. Hvernig ætlar að nota þetta í praxís? Já, ég held að þetta verði ekki notað í praxís. Þetta var eiginlega meira áhugaprojekt. Varðandi fyrsta stig, þá verður það miklu sterkari niðurstöður og það held ég að nota í praxís miklu frekar. Og held að það sé praktískt að hafa það á prenti hvaða þættir það eru sem hafa beint áhrif á það. En hér erum við, eins og ég sagði upp, við erum komið með áætlaða lengd á fyrsta stigi, sem einhverja tölu sem notað sem notað sem breyta henni í annað líka. Og ég held að það sé mjög hættu. Það má ég bæta við, það er mjög gagnlegt fyrir þá sem fyrir konur og ljósmæður í dreifbýlinu að hafa eins og lengt fyrsta stigs. Ef það er konur sem fjöldir á konu 8 í útvíklum, hún þarf að keyra 200 km, það eru líka líkur að hún komið á fæðingarstað. Þannig að við getum nýtt þetta svolítið til að hafa, þá hefur fagleg rök á bakvið það að hún mæli með að þessi kona fari fyrr á væntanlegan fæðingarstað heldur einhver öðrum. Ég tek undir þetta, ég held að það sé miklu nær því að hafa klínískt líkan fyrir fyrsta stig. Við höfum rannsóknarlíkan, hún ekki klínískt notað líkan, en við erum miklu nær því þar heldur við það. Það er best að það nú þetta skoða þetta aftur, Já. og það væri svo praktískt áfætt til að sjá hvort að módel virkar með því að mæla þetta og áætla lengt annars þess og segja þetta passar. En það fleiri breytingar sem þurfum fjölbreytingar. Það vantar svo bara eins doktorsnefnum. Það eru upplýsingar þarna sem ekki búin að setja inn í módelið, sem gríðarlega mikilvægt. Það að átta sig á hvað það í fyrstu fæðingu sem gæti hjálpa okkur áætla hvernig næsta fæðingu. Við erum ekki með það inn. Það hefur enginn gert það og það eiginlega næsta skref. Og komast í gagnabanka sem kannski 50-100 fæðingar og keyra inn okkar módel og fá það að vera sterkari
líkan sem að nota. Þá voru margar á þetta. Þetta eru 800 konum sem ekki lítið í með það sem að maður auðvitað til einhver bandaríska rannsóknir með 40.000 fæðingum en jú, en það voru 20.000 staðir sem voru gangsettar 20%, helmingurinn segir gangsettar og annað eftir því. Þannig að Við erum alltaf með hreinan hóp. Við erum með hreinan hóp sem ekki gangsettar. Þakka fyrir mjög áhugaverð. En mér bara í framhaldi þessari umræðu núna, hvað fæðingarskráin til langfastur í tímanum og hvað það mikið í heildinni? Við tókum alveg upp á þessa skráningu innan hús. Þannig að hún fyrir ekki fyrir 2001. Þetta er alveg samt í kemur. Þetta er mjög góð skrá, mjög góð skráning. Og ég vann þetta með tölfræðingi úti og maður var gapandi í því hvað góð skráning. Það hefur líka mikið að segja, augljóslega. Það sé góð skráning. Já, þú veist, það sem maður segir, rusl inn, rusl út, sko. En það sem kannski bara síðast í lokinu, það sem yfirleitt hefur verið gert í svona rannsóknum, við ætlum að skoða bara, þú veist, það sagt við 4 cm byrjar fyrsta stigið, svo líkur því við 10 cm. En það bara ekki þannig í raunveruleikanum, allavega ekki þessu sjúkrahúsi, að konurnar sem komna við 4 cm útvikun, það eru konurnar miklu lengri fæðingu allavega jafna, þeir eru komið inn. Og til dæmis þessi rannsókn sem ég sagði þarna frá í upphafi, þessi þarna, þegar á 2013, það voru 7% af konunum sem voru notaði í rannsóknum. Þannig að 93% var hent út, vegna þess að það voru ekki á réttum stað í fæðingunum þegar það kom inn. Og við notum allar mælingar fyrir allar konur. Það munurinn, þú veist, flestir hafa notað 1-2 punkta. Við notum allar mælingar fyrir hverja einustu konu, þannig að við vorum að bera saman kurvurnar, þannig að það líka öðruvísi. Já, takk fyrir þetta.